Já, í þessu vídeo ætlum við að fara hérna yfir uppsetninguna og við förum hérna inn í uppsetning. Nú byrjum við bara hérna uppsetning staðfesting notanda. Þetta er sem sagt, kemur í veg fyrir það að viðskiptavinir geta bara panta tíma í tíma og tíma. Þá þurfa þau sem sagt að þegar þeir eru að gera pöntunina þá þurfa þau að staðfesta með annarkvort tölvupósti eða símanúmer. Þá fá þau sem sagt send til sín kóða þar sem að þau þurfa að setja þegar pöntun er gerð, og ef þau setja ekki þennan kóða þá kemur þessi pöntun ekki fram hjá ykkur. Nú hérna er lágmarkstíma áttur að panta. Það er sem sagt veljið ef að viljið leyfa að sagt er að panta eftir 30 mínútur eða bara eftir 1 mínútu. Það getur bara viðskiptavinur bara að panta rétt þegar fyrir utan hjá ykkur. Nú hámarkstími fyrir pöntun, það er þetta að leyfa pantanir alveg upp í 6 mánuði áður en þjónustan að vera. Nú ætlum að hafa bara þennan 2 mánuði. Hérna tímarammi. Þetta er sem sagt minnsti tími í tímatöflu. Þessi tími er sem sagt yfirleitt ekki styttri en svo þjónusta sem þau bjóðið upp á. Og nú hjá okkur allt er klukkutími og 1,5 tími, þannig ég ætla bara að hafa hana á 30 mínútur. Nú leyfa pöntur að fara við vinnuhlé. Þið getur sem sagt eftir valið það hvort að þið viljið leyfa að hafa svona ákveðna kaffipásur og matarhlé. Ef til dæmis alltaf lokað í hádeginu, þá getið þið gert það. Það gerum við hérna inn í stillingar fyrir vikuna. Við förum í það bara á eftir. Nú, svo er hérna mánudagur fyrsti dagur vikunar. Þá bara hakið við það. Snið dagsetningar, hérna getið valið bara hvað ykkur finnst henta best fyrir ykkur. Nú hérna kemur síðan svona eitt af því mikilvægasta sem sagt staðfesting og áminning fyrir viðskiptavini og starfsmenn. Þá er hérna að senda SMS til starfsmanns eða pöntur er skráð. Þá er svona alltaf þegar pantanir eru skráðar á starfsfólk þá getur sá starfsmaður fengið sendt til sín SMS. Það hefur verið pantað í klippingu hjá þér eða annað. Nú senda SMS til viðskiptavini þegar pöntun er skráð. Þá er bara að haka við hér. Senda SMS til starfsmanns. Þetta er sem sagt svona tíma áminning sem sagt. Bara rétt áður en tíminn á að hefjast. Þá er það að velja hérna með þessum tímaramma. Nú myndum við kannski bara segja það eru nú bara að vita með svona hálftíma fyrirvara. En svo er þetta að láta sem sagt viðskiptavini fá svona SMS áminningu. En þá kannski viljum við láta þau vita með kannski aðeins meiri tíma, kannski 2 tíma. Og hérna kemur síðan fyrir neðan textir sem að stendur í þessum SMS-um eða e-mailum. Form til viðskiptavinar, ný þjónustu pöntun. Og ég hef búin að skrifa hérna, þú átt pantaðan tíma í event. Þetta þarf alltaf að vera það sem er hérna í þessum svigum. Það þarf að standa. Þá kemur hérna í til dæmis klippingu hjá Hildi sem er með starfsmann í þessu tilviki. Þá kemur dagsetningin, klukkan sem hann valdi, hvaða tímapantanir. Og sama hérna við form til starfsmanns, svona nýra þjónustupöntunar. Þá bara viðskiptavinur, nafn á viðskiptavini, client phone sem er símanúmeri hjá viðskiptavinum, pantaði í ákveðna þjónustu, þann dagurinn, klukkan, tíminn. En client phone er reyndar vanalega ekki hérna. Þið getur fundið það hérna neðst niðri, þið getur bætt við, það bara er copy pastið það sem þið viljið hafa hér niður og ég var búin að gera það, pastaði það hér inn í. Svo er bara haldið áfram inn út af áminningunum, þú bókaðan tíma í event hjá unit þann klukkan hvaða tímapantanir. Nú hérna getið þið sem skrifa en textaði ef að fólk ætlar afpanta eða viðskiptavinir ætlar að afpanta tíma hjá ykkur. Þá er þetta texti sem að þau fá sendt til sín með tölvupósti. Nú þegar þetta komið þá bara ítið að vista kerfisupplýsingar og þá er þetta komið. Kerfisstillingar hafa verið vistar. Þá ætlum við að fara inn í fyrirtækjaupplýsingar. Og þetta eru svona upplýsingar sem birtast á heimasíðun ykkar. Og það er best að hafa þetta rétt, en það kemur svo sem bara nafnið, heimilisfangið og borg, póstnúmer og sími. Og svo kemur alltaf hérna á svona Google Map og það þurfa að passa að þessi rauði sé á réttum stað. Þá sjáum við þetta þegar þetta komið hingað á forsíðuna. Þá sjáum við hérna heimilisfangið, Reykjavík, símanúmer
og hérna erum við staðsett. Nú, þá er bara vista fyrirtækjaupplýsingar og þá er það komið. Og þá förum við hérna inn í stillingar fyrir vikuna. Nú, hérna getið þið sem sagt stilt opnunartíman hjá okkur. Og hérna bara að segja að þessi opinn á mánudögum frá kl. 10 og alla hina dagana hérna frá kl. 9 nema á laugardögum þá upp til 10 en alltaf opinn til 18. Þá er bara ítt á skrá. Nú ef einhver dagur er sem sagt að alltaf líka lokað á mánudögum þá er bara ítt hérna er frídagur og þá geta sem sagt viðskiptavinir ykkar ekki panta tíma á mánudögum. Nú, ef við viljum velja eitthvað hlé, þess að við matarhlé alltaf í hádeginu, þá veljum við hérna þriðjudag og þá högum við hérna við, þá sjáum við blátt er hlé, hvítt er vinnutími og þá ýtir bara skrá. Þá geta viðskiptavinir ykkar ekki panta tíma hjá okkur í hádeginu á þriðjudögum allavega. Nú, svo kemur hérna bara mánuðinir, dagatalið yfir mánuðina, þar sem það getið sem sagt sett inn ef að ákveðni dagar eru frídagar. Þetta er til dæmis búin að gera hérna fyrir 17. júní, bara skoðum það eins, þá er þetta hérna, þetta er frídagur og þá geta sem sagt viðskiptavinir ykkar ekki panta tíma hjá okkur á þeim degi. Nú það er líka hérna 24. og 25. og við ætlum kannski bara að velja hérna á gamlárskvöld, það sé líka lokað. Það er frídagur og vistum. Þannig að þá er allir þessi dagar orðnir rauðir sem við ætlum að hafa lokað og þá er ekkert hægt að panta neitt tíma og þið sjáu líka hérna að allir mánudagar og allir sunnudagar eru svona dökkbláir og það þýðir það sé lokað og það sé heldur ekki hægt að panta þessum dögum. Og svo farið hérna inn í flokkar. Þannig að síðast hérna hjá okkur. Það þau til að velja í hvað það flokk fyrirtæki ykkar fellur undir. Nú, við erum alltaf með svona snyrtistofu og hárgreiðslustofu, þannig að það myndi falla undir vellíðan. Og það er hérna snyrtistofur, hárgreiðslustofur og nudd. Það er bara vista flokka. Nú, og svo til þess að þekkja svo betur, þá er kannski hægt að hafa hérna logo. Við setti þessa hérna mynd, það bara fór inn choose file og fór inn í tölvuna og fann það og svo bara vista mynd og þá kemur þetta hérna inn á tímapöntunar síðunni hérna þá er bara farið hérna inn í panta tíma og ef ég ætla að fara að finna mér einhverja snyrtistofu eða hárgreiðslustofu þá fer ég bara hingað og ég ætla bara að skoða allt þetta. Þar er hérna, hér eru við, snyrting og hárgreiðsla. Við getum bara hakað þetta og þá er ég bara komin inn í heimasíðuna. En þá er bara ítt hérna vista mynd og þá er það komið. Þá erum við búin að fara í alla þessa uppsetningaflokka. Þetta ætti ekki að taka ykkur langan tíma þegar við skoðum þetta vídeo og ég vona að þetta gangi allt vel hjá okkur.